Við erum farið næst í fyrirsætt nummer 4. Já, máttu neita karlmanni leyfi í kvennaverkfalli. Þetta áhugavert mál sem að ég hefði nú gjarnan viljað sjá vin minn Jakob Bjarnar skrifa þessa frétt, en hún reyndar ágætt að skrifa af Árna Sæberg á Vísi, en þetta hefði verið komískara í meðförum Jakobs Bjarnar viss, því þessi frétt algjört bíó. Kærunefnd jafnréttismála telur að íslenskar orkurannsóknir ISOR hafi mátt mismuna karlmanni á grundvelli kyns með því að veita honum ekki leyfi til þess að taka þátt í kvennaverkfalli. Leyfi frá störfum sem konum og kynsegin fólki eða konum og kvárum var veitt til að taka þátt. Hafi verið sértækar aðgerðir sem fælu ekki í sér brot gegn lögum jafna stöðu og jafnan rétt kynja. Þetta nefnilega magnað. 2023 þá konur og kvárar, hvað sem það nú hvött til þess að leggja niður störf og marsera niður á Arnarhól til þess að mótmæla gríðarlegu misrétti sem að konur búa við á Íslandi víst. Starfsmaður ISOR þarna vildi sína þessu framtæki stuðning og hann óskaði eftir því að fá að fara í kvennaverkfallið. Það segir hérna sko, og öll fyrirtæki gera þetta. Við erum búin að fá svona pósta frá leikskólunum, það ekki? Já. Það sem að forstjóri ISOR hafði sendt tölvubréf til starfsfólks nokkrum dögum fyrir boða verkfall að hann tæki undir hvatningu til kvenna og kvára þáttöku í kvennafrídeginum 24. október 2023. Og þetta svona, við hjá ISOR styðjum eindregið við þetta framtak og hvetjum allar konur til þess að gera þetta. Ekki gerð krafa vinnuframlag þeirra sem vildi taka þátt, en óska hefði verið eftir því að sviðsstjórastofnunar eru upplýstir væntanlega fjarveru eftir því sem kostu verið. Karlmennir fá þessa pósta og þeir hugsa, get ég ekki farið og stutt þetta bara á, ég einlægur jafnrétti sinni og ég ætla að fara nú á Arnarhól, fæ ég ekki frí líka? Nei, það sem sagt, til að gera langa sögu stutta, að þá var ekki fallist á það. Hann fekk ekki þetta sama frí og konur og kvárar hennar dag. Og nú hefur sem sagt kærunefnd jafnréttismála úrskurðað það að ISOR hafi verið þetta heimilt að mismuna eftir kyni. Make a sense, einmitt. Hafa nú nokkrir ritað þetta smá repu eins og Einar Steingursson starffræðingur, hann hefur skrifað á Facebook síðuna sína aðeins þetta. Og hann veltir fyrir sér af þessum úrskurðið að dæma þá sýnist mér að hver sem ætti að geta boðið til mótmæla vegna lagra stöðu drengja í skólakjörinu og þá mættu fyrirtæki veita öllum körlum meðal starfsfólks síns frí á launum til að mæta en ekki konum. Þess að meðal þennan úrskurð og þá gætu við mótmælt því að karlar fari fremur í fangelsi. Karlar eru miklu hærra hlutfall í sjálfsvígum, hærra hlutfall í fíkniefnavanda, hærra hlutfall í vinnuslysum og við getum búið til mótmæla vegna þessa eða að ungum drengjum gengur illa að lesa og það mætti sem sagt veita okkur launað frí en ekki konum og það mætti mismuna samkvæmt kyni og einmitt eins og hann segir í annarri ádrepu það að niðurstaðan sé svo að fyrirtækinu hafi verið heimilt að neita karlmannum leyfi í kvennaverkfalli. Já, auðvitað. Hvernig dettur fólki í huga að eitthvað sé athugavert við að mismuna á grundvelli kyns? Heldur það að jafnrétti kynjanna merkið að karlar eigi að hafa sama rétt og konur? Eru þetta fávitar? Ber fólk enga virðingu fyrir hinum viðurkenndu ríkis trúabröðum? Þetta náttúrulega ævintýralegt og sem sagt alveg spurning hvort að þetta standist hreinlega stjórnarskrá að það sé búið að úrskurða að þetta hefur verið heimilt. Það nú einmitt eitt sem að veltir því upp segir í kommenti hjá honum Einari þetta augljóst brot á stjórnarskrá. Jafnréttislögin heimila slíkar sértækar aðgerðir en lögin sjálf eru brot á stjórnarskrá og þau lög sem vitnað í, þar að segja tímabundnar sértækar aðgerðir, frekar erfitt að styðjast við. Enda verið að fagna 50 ára verkfallsammæli sem styrka starfsævi fólks. Það að nefndir eða dómstólar fari ekki eftir stígveldi laga, það svo bara sér kapítuli, en allir gera svo sem mistök. Það er að segja að jafnréttislögin
sem eru sett séu hreinlega í meðalveg það að það megi mismuna svona með sértækri aðgerð. Það er örugglega ekki anda stjórnarskrárinnar og það væri mjög áhugavert að sjá þessu máli skotið fyrir Hæstarétt og það væri eina vitið að þessi karlmaður sem var umkvörtunaraðilinn í þessu máli leiti með málið sitt áfram í Landsrétt og helst Hæstarétt til þess að skera algjörlega úr þetta. Þetta er svo merkileg þessi ég verður að segja þetta er svo niðurlægjandi fyrir konur að við séum að fjallum þessi mál með þessum hætti á árinu 2025 þegar að hvergi á byggðu bóli eru réttindi og sem sagt staða kvenna eins góð og sterk eins og Íslandi. Hún er bara hreinlega þannig að konur hafa öll sömu réttindi og karlar. Já. En hins vegar ef það hallar á eitthvað kyn þá er þetta, eins og ég nefndi áðan, augljóst að nefna það að karlar eru margfalt líklegri til þess að deyja í vinnuslysum, þeir eru margfalt líklegri til að enda í fangelsum, þeir eru margfalt líklegri til þess að enda í sjálfsvígi. Þeir vinna 20% meiri vinnu heldur en konur. Já, tíma. Já, og eru sem sagt eru ekki með hærri laun sko allavega í yngri aldurshópum upp til fertugs. Karlar eru miklu færri í háskólum og með háskólamenntun og svo framvegis. Þetta er Já, tekur líka bara allar stjórnarstöður á Íslandi. Já, fyrir utan sko það eru alltaf sko þetta var rosa fyndið ef við vorum að fjallum þetta á samstöðunni í vikunni og síðustu viku og þeir voru alveg hissa sósíalistarnir sko sem að hafa svona tekið hverja svona réttindabaráttu eftir annari upp á sína arma en maður sá tilfinnilega að þeir voru hissa þess að Sigurjón M. Egilsson sko hvað þessar konur væri að tala og hann skrifar Sigurjón eftir að hafa stjórnað þættinum Synir Egils ásamt Gunnari Smára bróður mínum í gær liggur nokkuð á mér að málsmetandi konur sem voru gestir okkar í þættinum hafi verið sammála að bakslags í réttindabaráttu kvenna. Það nefndu eina og aðra ástæðu fyrir hvernig komið er, en mér fannst þetta merkilegt á sama tíma og konur eru öllum helstu ráðandi störfum og embættum og eru svo sannarlega áberandi sem og aðrar konur. Sko 3 konur mynduðu ríkisstjórnina, kona er því forsætisráðherra, kona er forseti, kona er biskup, kona er borgarstjóri, konur eru rektorar allra háskóla á Íslandi, konur eru mjög áberandi í menningarlífinu eins og Björk, Laufey og margar aðrar. Kona er lögreglustjóri Reykjavík, kona er ríkislögreglustjóri og svo mætti áfram telja. Ég er náttúrulega engan veginn að þylja þetta allt upp. Þetta er alveg fullt í viðbóðsamt sko. Já, bara basically eru konur í öllum helstu valda embættum landsins. En það er samt bakslag í gangi. Já. Þetta er alveg súrealist að sko við erum í raun og veru að koma fram með sko konur eins og einhver sko van súkkulaði. Já, sko súkkulaði bara. Þú veist, svona einhver börn sem að þurfa að fá afslátt af reglunum af því að þau eru minni máttar. Þú veist, er það ekki lítillækkandi að koma þannig fram við ég hefði nú haldið það. Já, þetta er mjög furðulegt. Þetta er alveg stór einkennilegt og það er sko búið að klifa á einhverjum kynbundnum launamun sem að er ekki til staðar, allar tölur sína það. Sér líka sko að þetta er að hafa líka neikvæð áhrif á aðrar konur. Af því að til dæmis tek dæmi konuna mína, hún er heima með, þú veist, 4 vikna gamalt barn og 2 stráka í leikskólanum og allt í einu þarf hún bara að vera, þú veist, með 3 börn heima nema ég fara úr vinnunni, skilurðu? Þú veist, þetta er ekkert fyrir alla, skilurðu? Og þú far ekki frí í vinnunni? Nei, ég fæ, þú veist, ef ég væri að vinna fyrir Reykjavíkurborg eða þá væri bara, sorry gaur, þú eru að vinna, sérstaklega núna. Á kontornum. Já. Þannig að maður bara svona, þú veist, okkur að hafa þetta ekki helgar. Já. Helgi. Nákvæmlega, en það er náttúrulega þú veist, ef það vilja endilega fara að mótmæla hugmyndin er að leggja niður störf. Já, þú veist. Og við höfum að finna
svo áþreifanlega hversu mikið við erum að missa þegar konur er að ganga út. Já. Það gerist reyndar ekki neitt. Já, eina sem það gerist, Nema það. núna hefur þetta áhrif að konuna mína, skilur við. Og það segir sér sjálft auðvitað að sko, kallar fá ekki frí. Nei. Og sko, margar þessar kvenna sem að fá frí á föstudaginn, þær þurfa að eyða því heima með börnunum sem eru sendt heim í leikskóla. Já, þetta er... Því að kallarnir fá ekki frí í vinnunni. En það sem ég er að segja, því, þú veist, jafnrétti er common, það er náð fyrir alveg löngu og alveg rúmlega það, myndi ég segja, á mörgum sviðum, sko. Af hverju er þetta ekki bara, ok, við ætlum bara að minnast þessa dags, skilur við, þegar kvennaverkefni fara, nú eru 50 ár og við ætlum bara að hittast öll á laugardaginn klukkan 1, konur að bara standa saman, skilur við. Sko, við erum líka átt okkur því að ástæðan fyrir því að það eru konur í öllum valdastöðum, við förum yfir þetta aftur, forsætisráðherra, forseti, biskup, you name it, rektorar og allt þetta. Það er ekki tilviljun sem var svona, já, það er bara svo skilin tilviljun að í öllum þessum stöðum þá voru bara hæfustu umsækjendunni hverju sinni voru konur, sko. Þannig að þetta er bara skemmtileg tilviljun að það séu konur hérna núna í öllum valdastöðum. Þetta er bara, en það er bara tilviljun að þær hafi verið hæfastar. Nei, þetta er ekki tilviljun. Þetta er vegna þess að það er búið að vera þrýstingur á þetta í núna mörg ár. Og menn þora helst ekki öðru en að ráða konu þar sem að það er í boði. Og þannig er heildarmyndin orðið þannig að þú sér konur allstaðar í öllum valdastöðum. Já. Það er út af þessum pólitíska þrýstingi sem að kemur úr þessum aktivisma sem við erum að sjá. Og hverju hefur aktivismin skilað? Það eru konur í öllum helstu valdastöðum en þær tala samt mikið bakslag. Að það sé bara hlutirnir orðnir verri núna heldur en voru fyrir nokkrum árum. Já, bara verri heldur en fyrir 30 árum eða 40 árum. Og þetta farið stöðugt versnandi. Já. Samt eru konur sem ráða öllu í raun og veru. Þannig að núna sérstaklega, nú tölum við launamun kynjana og við höfum talað þér að þú veist að það er náttúrulega margar ástæður í því, þú lendir á hann, við vinnum 20% lengri vinnutíma að meðaltali og veljum okkur oftast þar sem eru hættulegri og þar leiðandi borga meira, en hins vegar, konur stjórna öllu og hafa máttinn til að gera eitthvað í að hækka laun helstu kvennastétta landsins, leikskólakennara, hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða sem eru mest allt ríkisstarfsmenn. Já, þau geta basically bara breytt þessu þegar það er okkur gera það ekki. Þú veist, þannig að mann er svona, já, fyrir frekar, þú veist, tölum frekar í fjölmiðlum eitthvað bakslag og eitthvað svona. Já, feðraveldi. Feðraveldi heldur hann að gera actually eitthvað í þessu, skilur við. Alveg fáralegt, sko. Þetta er svo hallærislegt, sko. Og þetta er svo, aftur segi, lítið lækkandi fyrir að við þurfum að hafa okkur þannig eins og konur séu einhverja súkkulaðibólur. Já, þetta er algjörlega galið. Það er reyndar líka verið að fletta inn í þetta að konur verða meira fyrir ofbeldi. Það er aftur önnur umræða sem að, sko, maður ennur nú eiginlega að fara út í enn og aftur. Það er auðvitað þannig að ofbeldi kvenna skilur ekki eftir sig eins mikið líkamleg sár eins og ofbeldi karla. Ég segi það við gaurinn í Vogum, Sundavogi sem var pyntaður. Já, ég mitt. Segðu það við barni sem að drepa mömmu sinni, skilur hann að auðvitað er oftar hjá okkur. Já, en ofbeldi er samt sko í báðar áttir. Algjörlega. Fólk beitir ofbeldi og þetta er svo crazy einhvern veginn að þú veist, og að karlkynnið sé sko með meira testosterón og svona árásargjarnara að meðaltali í eðli sínu að fara að tala um eitthvað svona feðraveldi í því samhengi þetta er svo vanhugsað, sko. Já, þetta er eins og að sé búið að innbyrða okkur með umhverfinu og eitthvað svona, þú veist, að vera að segja þetta við okkur skilabóðum sem við fáum að við eigum bara, þú veist, getum tekið okkar vald á konum og stjórnum þeim, þú veist, ég hef aldrei fengið þessi skilabóðum einstæðar frá. Nákvæmlega. Þannig að og svo er einnig sérstætt einmitt, sko, í ljósi þess að kyn er bara félagsmótað hugtak, sko, og ráða allir hvers kyns þeir eru. Já. Að hendar að tala mismun kynjana stundum og stundum hendar að tala að kynin séu alveg eins. Einmitt. Þú veist, það fer eftir hvað umræðefnið er, sko. Já, þetta er rópandi vitlaust og magnað að sjá það að sko það má sem sagt neita karlmanni, það má mismuna karlmönnum
í tengslum við einmitt þennan dag sem að þennan mikla jafnréttisdag kynjana. Það er alveg með hreinum ólíkindum. Og ég væri mikið til að sjá, það er alveg nóg, eins og ég nefndi áðan, af málefnum sem að karlar gætu mótmælt og fyrirtæki gefið eingöngu karlmönnum frí þá út á. En þetta er náttúrulega, þessi vitleysa fer aldrei, þetta fer bara í eina átt, þessi vitleysa. Heldur að vera eitthvað tekið púlsinn af því hjá þessum þessu mótmælum hann að hvað sem þetta á að vera, hvað konur úr öðrum menningarheimum þurfa að upplefa og við þurfum að laga stöðu þeirra eða? Það er nú önnur vitleysan. Það er náttúrulega, þeim er skítsamum það, þessum konum, og þær vilja bara lyfta því upp, sko. Að þeir setja sem sagt, sko, menn frá öðrum menningarheimum sem eru að berja konuna sínar eða beygja til þess að fara í búrkur eða klæða sig og svona, að þeir eru sett í raun og veru sama hóp eins og konur og kvár, sko. Ofbeldismennirnir frá Miðausturlöndum, að þeir eru svona minni hluti sem að fær undir verndavæng kvenréttisbaráttunar. Þú veist, alveg gjörsamlega bara brenglað. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stuttbrot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengt, þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.